Komið þið sæl. Það er kannski ágætt að byrja bara á þessari dramatísku fyrirsögn, atvinnulíf og akademía, olíu og vatn eða lykilla árangri. Það er svona svokallar spoiler alert, vegna þess að í mínum huga svarið skýrt að samstarf fræðasamfélags og fyrirtækja er sannarlega lykilla árangri og getur verið mjög farsælt og hagkvæmt fyrir báða aðila, svo lengi sem allir upplifi virði í samstarfinu. Og við framkvæmd máltækni áætlunar þá er samstarf atvinnulífs og akademíu beinlínis lykillinn að því að ná árangri. Einfaldlega vegna þess að fyrirtæki og stofnanir eru í okkar huga fulltrúar notenda. Það er íslenskur almenningur. Við leggjum þess svona mikla áherslu á að horfa til enda notendans strax við upphaf rannsókn og þróunar í máltækni fyrir íslensku. Og hvers vegna skiptir þetta máli? Ég þarf reglulega að svara fyrir spurningu. Einfaldlega vegna þess að við tölum nú þegar við vélar í fjölda athafna í daglegu lífi. Við getum talað við tæki á erlendum málum, flest gerum við það á ensku, en ekki á íslensku. Og staðreyndin er sú að ef ekki er hægt að nota tungumál á svo stóru sviði daglegs lífs, þá tapast það. Á hverju ári deyja 25 tungumál út, cirka 1 á 2 vegna fresti. Og þetta dæmi döðlurnar í uppskriftinni hérna, sem urða dagsetningum og stefnumóti og þess aftar, það er ágætis raundæmi úr daglegu lífi á tvítundu heimili. Þannig að tækni þarf að þjóna okkur aðeins betur þarna. Markmið máltækniáætlunar er að tryggja að hægt verði að nota íslensku í samskiptum sem byggja á stafrænni tækni. Bæði við tölvur og tæki en ekki síður í gegnum tölvur og tæki. Þetta er mikilvægt vegna þess að það eru kannski margir fletir á máltækni, en í mínum huga er hún fyrst og fremst tæki til að nýta í þágu samfélagsins. Tungumálið er okkar helsta samskiptatæki á öllum sviðum daglegs lífs og uppbygging íslenskra máltækni skiptir máli á svo mörgum sviðum. Við getum nefnt tækniþróun og nýsköpun, framtíð íslenskunnar, jafnrétti og mannréttindi, hagkvæmni og hagræðingu í rekstri, skilvirkni í opinberri þjónustu, hraða og öryggi í heilbrigðisþjónustu og kannski ekki síst núna almannavarnir við náttúruvá. Við smíði framkvæmda áætlunar var lögð áhersla á að hér yrði til sjálfbært máltækni vistkerfi. Kannski hefði verið hægt að kaupa einhverjar tilbúnar lausnir af erlendu fyrirtækjum, en það hefði ekki verið sjálfbær lausn til lengri tíma. Og við sjáum fjölmörg dæmi þess raunar að þjóðir sem hafa notað þá nálgun hafa brennt sig á því. Sjálfbært máltækni vistkerfi byggir á hringrás. Þar sem við byggjum fyrst grunninn með rannsóknum og þróun, kjarnaverkefnin svokölluðum, leið og mannauður á sviði máltækni er menntaður og þjálfaður. Tilbúin kjarnaverkefni, afurðirnar, gögn, stoðtól og hugbúnaður eru gefin út með opnum leyfum og aðgengileg hjá miðstöð Clarin á Íslandi. Það er líka skýrt að opnu leyfin gefa öllum sem vilja leyfi til að hagnýta afurðirnar. Þannig búum við til jarðveg fyrir nýsköpun í máltækni. Og það tryggir notendum almenningi á Íslandi máltæknilausnir á móðmálinu. Í haust samdi almannarómur við rannsóknar- og þróunarhópinn SÍM sem stendur fyrir samstarf íslenska máltækni framkvæmd kjarnaverkefnanna. Þetta eru talgreining og talgerving, vélþýðingar, málrýni, gagnasöfnun og smíði stoðtóla. Þetta eru máltækni innviðir tungumálsins. Við getum kallað vegakerfi sem SÍM þegar byrjað að leggja. Og hjá þeim 9 fyrirtækjum sem eru innan SÍM starfa 40 starfsmenn að rannsóknum og þróun á sviði máltækni og verða fleiri ráðnir á næstunni. Þetta eru einstaklingar með fjölbreytta menntun, ásamt nemendum með tölvunarfræði og málvísindum. Það er meðal annars að finna einstaklingar með grunn- og meistaragráður í máltækni, málvísindum, tölvunarfræði, verkfræði, eðlisfræði, heimspeki og stærðfræði. Það er líka að finna nokkrar doktorsgráður í máltækni, verkfræði, málvísindum og stærðfræði. Og þetta er grunnurinn að máltækni vistkerfinu sem þarf til að byggja upp máltæknilausnir fyrir íslensku. Og eftir því sem að kjarnaverkefnin komast lengra, þeim mun fleiri tækifæri opnast fyrir atvinnulífið í þróun máltæknilausna. Og þessi sérfræðingar verða lykillinn að smíði þeirra lausna fyrir neytendamarkað, vegna þess að eðlilega munu þeir væntanlega færast út úr akademíunni og inn í atvinnulífið. Þróunarvinna fór á stað þann 1. október síðastliðinn og nú þegar hefur nokkur fjöldi afurða litið dagsins ljós. Þar má fyrstan nefna söfnunarvefinn Samrúm sem almannarómur Deloitte og HR smíðuðu í sameiningu. Þessi líðvirkjun gagnasöfnunar hefur þegar gefist mjög vel. Næsta skref söfnun radda unglinga
og söfnun radda fullorðinna innflytjenda, sem sagt þeirra sem eru ekki með íslensku að móðmáli. Eyþór Máni, sem var verkefnastjóri Samróms í sumar, hann ætlar að segja meira frá þessu verkefni á eftir. Ég er með svo þunga glærur, skiljiði, við bara tala hægar. Forseti Íslands, hann opnaði raddappið Emblu í nóvember síðastliðnum, en það fyrsta íslenska raddappið sem veitir notendum almennar upplýsingar, meðal annars komutíma strætisvagna og gaman að segja frá því að það töluvert áreiðanlegra heldur en strætóappið. Og nýlega kom út textatilreiðari fyrir íslensku. Þetta fyrsta skrefið í allri textagreiningu og málvinnslu texta, líka frá miðeind. Risamálheild, hún mikilvæg fyrir þjálfun líkana, fyrir ýmsar máltækniafurðir og beygingalýsing íslensks nútímamáls, BÍN, inniheldur beygingamyndir því sem næst 300.000 íslenskra orða. Og þá verður fjöldi annarra máltækniafurða aðgengilegu síðar á þessu ári, meðal annars fyrsta útgáfa vefmiðmóts sjálfvirkra þýðinga milli ensku og íslensku. Máltækniáætlun, hún á fjárlögum ríkissjóðs. Hluta þess fjármagns, 500 milljónum, ætlað að stuðla sérstaklega að samstarfi Atvinnulífsakademíu á þeim 5 árum sem þetta prógram sett upp. Og markaáætlun í tungu og tækni, hún sem sagt vistuð hjá Rannís og opinn samkeppnissjóður sem mun úthluta þessum 500 milljónum á þessu 5 ára tímabili. Það má alveg reikna með að umsóknum þar sem að rannsakendur háskóla og rannsakendur úti í atvinnulífinu vinna saman, gangi mun betur í umsóknum inn í þennan sjóð heldur en kannski öðrum þar sem því ekki að skipta. Það verður áherslan og við ætlum hreinlega að leggja mjög mikla áherslu á það að para saman að þessi þekkingaryfirfærsla verði raungerð. Ég veit að margir hafa beðið eftir kallinu frá úr markaáætlun í tungu og tækni og fékk þær upplýsingar í gær frá Rannís að auglýst verður eftir umsóknum fyrir lok maí vegna úthlutunar á þessu ári. En ég hvet ykkur til þess að fylgjast vel með því. Nú að lokum, við erum opin fyrir samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknar- og þróunaraðila. Þess vegna hvet ég ykkur til þess að kíkja við á máltæknibásnum á fyrstu hæð, spjalla við fulltrúa SÍM og kanna mögulega samstarfsfleti. Takk fyrir. Vá, ég var allt og hjátt.